Það vill svo til að í dag 24. febrúar og ég var að kveikja á perunni að það afmælisdagur móður minnar, söngkonunnar og nafna dóttur minnar, Álfheiður Guðmundsdóttir. Og ekki nóg með það, þegar við Elín Ósk vorum að reikna og kemur bara ljós að í dag aldarafmæli hennar. Og ég get þá ekki látið hjá líða að segja örfá orðum hana og ég ætla að rifja hérna bara upp örstutt atviks frá 1960 sem fólst í því að hún fór með mig í Covent Garden óperuna iðulega að sem nemandi í Guildhall School of Music í söng þá fékk hún ókeypis upp á Hafnarbjalka og það sem ég kemst aldrei almennilega yfir það að sá sem stjórnaði þessar óperu þann veturinn, þetta var Tosca, nei, þetta var Madame Butterfly hét Sir Brian Bogle og var búinn að starfa hjá Covent Garden til fjölda ára samanber Sir og hann stjórnaði þessari sýningu sem ég sá á Madame Butterfly og í lokin þegar Madame bregður hníf á loft og hérna fyrir með sjálfsmóð þá var ég beðinn að skríða undir bekkinn. Ég var 9 ára eitthvað svoleiðis en ég hugsaði þá þetta eitthvað sem mig langar til að gera, að stjórna hljómsveit. Viti menn 30 árum seinna Brian Bogle kennari minn í Bloomington og kenndi mér til dæmis Toscu sem við ætlum að tala um eftir svo þetta ekki alveg sko út í loftið sem ég nefni þetta en hann kunni allar óperu utan hann spilaði á píanu og hann var ekki með nótur sko hann var búinn að æfa þetta svo oft atvinnumaður sko algjör atvinnumaður heyrði allt og gat allt. Jæja, við, eins og ég segi þá ég hérna með mjög góðan og gegnan íslenskan þegn sem heitir Elín Óskarsdóttir, söngkona, ljóðasöngkona, kórstjóri, óperusöngkona og ég veit ekki hvað og hvað og vonandi kemur eitthvað af þessu fram hér á eftir en ég barða undir Elín Ósk hvort við getum byrjað svona að fara í gegnum helstu störf manna í óperunni til þess að fólk sem kannski hefur aldrei komið í óperuhús gerir sig grein fyrir því hvað óperan ógnastórt apparat og það að minnstakosti 4 stjórnendur og ég hafa verið fleiri sem komum sögur, það óperustjórinn, það hljómsveitarstjórinn, það leikstjórinn og það sviðstjórinn og allir hafa þessir aðilar nánast ótakmörgu völd á sínu sviði og ég ætla nú bara að byrja á því að leið og ég býð þig hjartanlega velkomna í Árvog húsi okkar fjölskyldunar Elín Ósk að spyrja þig dálítið erfiðar spurningar hvað þarf einn óperustjóri að hafa til að bera til að geta raunverulega staðundi nafni? Já, það nú spurning, það dálítið víðtækt dæmi. Hann þarf að mínu mati að geta verið með puttana ansi víða í þessum stjórnunar óperuheimi og mér finnst það skipta
afskaplega miklu máli að óperustjóri hafi virkilega sjans fyrir óperum og sé óperu unnandi númer 1, 2 og 3 og hafi menntun og hafi skilning á bakinu. Mér finnst það skipta dálítið miklu máli vegna þess að óperuformið svo stórt. Í hverju felst myndir þú áallega að vera hollt fyrir óperustjóra að hafa menntað sig? Mér finnst það náttúrulega, hann þarf allavega að vera með mikla innsýn inn í þetta óperuform sem að Hvernig fær maður slíka innsýn? Já, það náttúrulega með því að leita sér upplýsinga, leita sér þekkingar. Það óperustjóra að hafa staðið að sviða og sungið? Já, nei, það finnst mér nú ekki. Hann þarf þess ekki. En mér finnst aftur á móti að hann þurfi að vera virkilega meðvitaður. Hvað ópera? Það sungið leikrit. Drama. Drama, léttleiki líka, komedía. Það þarf að vera heilmikill skilningur hvað varðar, við skulum segja, það leikstjóri, það búningahönnuður, hann þarf að vera með puttana svona á púlsinum finnst mér og í þessu öllu saman. En það ekki alveg óþolandi fyrir þessu fólk sem upp á sviðið og í gryfju að hafa eitthvað óperustjór sem á að raunverulega sjá rekstur og framkvæmdamál að vera að skipta sér á listarunum? Jú, sko, hann má það ekki. Hann má ekki skipta sér af þegar komið upp á svið. Já, en hann þarf að hafa skilning á verulega hvað þetta mikilvægt hlutverk hjá öllum þarna upp á sviði. Hvert mesta áskorun óperustjóra á Íslandi í dag? Já, áskorun? Ég meina, við eigum marga söngvara. Já, sko, mér finnst bara að það þurfi verulega sem að mér skilst nú að stefni í að gefa íslenskum söngvurum bara ótakmarkað tækifæri því að við eigum svo flotta söngvara og listamenn. En nú komast ekki allir upp á sviði? Nei, ekki einu, en þá bara að sýna aðeins fleiri óperur og gefa fólki tækifæri. Þessi fær tækifæri í þessari dramatísku óperu, þessi fær tækifæri í lýrískri óperu. Nú því ekki að neita að starf óperustjórans núverandi hefur verið umdeilt og menn hafa tekið mjög stórt upp í sig. Ég ætla ekki að gera það því að ég hef ekki komið langt í íslenskri óperu hvorki fyrir niður sér. Bara það þannig, það ákveðið fólk sem hefur einokað þau störf sem ég hefði hugsanlega getað. Sko, þegar það búið að syngja á sig gat í 30 ára þá stekkur það bara niður í gryfju og gerir sljónstest. Já, þú meinar. Já, það bara svona fjölskylda bara. Já, þetta var náttúrulega fjölskylduapparat eins og þú kallar það. Já. Í 20 ára liggur við. Mér hefði engan á að koma á þessu apparat. Nei, en þetta aftur á móti, stofnandi íslensku óperuna var visst fólk sem maður veit ekki ef að það hefði ekki lagt hönd á plóg og stofnað íslensku óperuna, hvort það væri nokkur ópera Ég ætla að nefna bara sem dæmi að ég stofnaði íslensku hljómsveitina. Við störfum 10 ára, 300 tónleir. Og ég held að það hefði verið 10 hljómsveitstjórar sem ég bauð að stjórna hljómsveitina. Eða við. Já, akkurat. En aldrei óperunni, sko. Nei. Því miður, ef það hefur verið, þá það bara því miður. Ég bara mátti ekki vera það, ég kæði mig ekki það. Nei, þú varst náttúrulega á ferð og flugi erlendis og hafðir fullt að gera það. Ég skil þetta ekki alveg. Með stórum flottum nöfnum, eins og Bernstein og fleirum. Jú. Það var ekki ætlun mín að fara að beina kastljósum með mér. Ég segi þetta bara, sko, með hljómsveitarstjóran. Sko, ef það hefði verið metnaður minn að stjórna óperu með þessu litla húsi þarna sem heitir Gamla Bíó, sem alls ekki óperuhús. Það var alltaf pláss fyrir fólk í kjallaranum til að ferða sig.
ef ég hef þetta áhuga á því þá ég alveg niðurbrotið maður núna. Já. 72 ára hafa aldrei nokkuð tíma verið búið að koma að það. Já, nei. En það svo alls ekki, sko, síður svo en það auðveldar að beina þessu kastljósi að mér núna heldur einstaka söngvörum. Já. Það getur vakið særindi ef við fyrir að tala um það. Já, nei, við þekkjum bæði einsöngvara, frábæra einsöngvara sem hafa aldrei komið á svið í íslensku óperu. Já, það alveg rétt. Það því miður hafa tækifærin ekki kannski boðist því fólki sem að hefði verulega geta staðið undir því. Hvað veldur því? Það bara Ísland, litla Ísland? Þetta náttúrulega litla Ísland og það svona... Þetta klíkuskapur? Maður þekki mann oft, það bara þannig. En bara fjölskyldu? Já, ég veit ekki. Ég vil nú að segja svo fyrir mína parta að ég fekk mörg og yndisleg tækifæri við íslensku óperuna en hefði viljað fá þau fleiri. Hvað varstu orðum gömul þegar þið var búið að syngja fyrstu á sviðinu Gamla bíó? Þetta var nú bara stuttu eftir Toscu, sko, því að mitt annað hlutverk var Elvíra í Don Giovanni við íslensku óperuna. Hvað varstu gömul? Ég var 27 ára. Svo þú hefur farið vel út sem áttu líka allt gott skilið. Tölum við fleiri störf í óperuhúsinu. Þú varst bara aðeins búin að nefna þau. Hvað þarf alvöru óperusöngvari að hafa til brunns að bera þegar geta staðið á óperu og staðið undir nafni sem óperusöngvari? Nú reynir svolítið á mig. Þegar þú mátt ekki gleyma nefnið því ég muni minna þið á. Já, endilega myndi mig á. Þetta kannski svona spurning. Sko, fyrst og fremst hann náttúrulega óperusöngvari að hafa eitthvað til brunns að bera hvað varðar rödd. Við skulum segja, það röddin. Okay. Það náttúrulega að hafa flotta rödd. Það nú bara númer 1, 2 og 3 og menntun á bakvið hana. Við skulum bara staldraði hvert atriði. Segjum upphátt bara til þess að rifja þetta sjálf fyrir okkur sjálf og líka kannski áheyrendur. Já. Nefndu dæmi tegundur af sopran. Það auðvelt. Og útskýrðu í hvað felst í orðinu mezzosopran og svo framvegis. Já. Nú ef við tölum það eins og þú segir mezzosopranin að þá það svona þessi miðjusopran sem miðjusopranin. Miðjusviðinu? Nei, ekki miðjusviði, heldur allega. Rattsviðinu. Þannig að hann, sko mezzosopranin það náttúrulega hafa frekar dökka rödd, allavega í dramatíska mezzofagið, svo náttúrulega lýrist mezzofag sem að því það svona léttari, ljósari litur á röddinni. Lýrist því ljóðrænn. Ljóðrænn og það svona léttari litur á röddinni og tekur að sér meira eins og það Mozart sem að býður dálítið mikið upp á það sem svona svolítið lýriskur mezzo. Töfradrottningin ekki lýrisk soprana. Nei, það koloratúra. Hvað koloratúra? Það eiginlega svona, það náttúrulega svona sopran sem með þessa fallegu flaututóna. Háa mikla fallega flaututóna. Og hefur mikla yfirferð og jafnvel svona svolítið dramatísk líka eins og Næturdrottningin og hún þarf að fara alveg sko þessu upp á EFG og upp á spýtu. Upp á ris. Upp á ris, alveg hreint sko. Já. Svo líka til kontralta, hvað það? Það náttúrulega þessi afskaplega djúpu raddsöngkonur sem að fara alveg sko niður á og djúpa og D. Þið ekkert fyrir það að segja þetta í almenning. Það bara verulega djúp rödd, dökk og djúp rödd. Svona nálgast að vera bara baritónrödd svona. Sýndu glissandanur á djúpa. Alveg? Getur þú? Já. Núna? Já. Nei. Jú. Við skulum ekki eyðileggja þáttum með þig. Já, ég hef þessa dýpt. Þú hefur hana? Já. Þú sagðist
við meðum daginn og syngið frá einstrekku við G upp á þrístrekka C. Miklu hærra. Ég syng frá E-nu, djúpa E-nu, litla E. upp á F, fyrir ofan H og C. Litla E, það er E fyrir neðan með C og upp á hvað? F fyrir ofan H og C. F fyrir ofan H. Já, þannig að við teljum. Ertu ekki bara að plata mig? Nei, ég er ekki að plata þig. Já, en þú getur ekki í dag. Ég syng kannski F-ið á góðri stundu, en ég hef ekki mist neitt af röddinni. Er það kapsatri að syngja svona? Nei, alls ekki. Ekki nema fyrir þær raddir sem að þurfa að nota þetta fyrir nætudrottninguna og fleiri svona hlutverk. Það er hlutverk sem fara svona. Ég man bara ekki eftir hlutverki sem fer frá. Ekki svona djúpt og svona hátt. Sko, nei. Þetta eru 3/8 sko, rúmlega. Já. Nei, nætudrottningi gerir það ekki. En hún þarf að hafa hæðin aftur á móti. Hún þarf að hafa hæðin. Og flestir söngur hafa sko einhver tiltekinn hlut af þessu radsviði. Já. Nákvæmlega. Manstu eftir fleiri fögum í sóprandeildinni? Það er náttúrulega lýrisku sópran. Það er svona fallegur svona hvað sem að bjartur blær, en samt með svona svolítið kjöt á röddinni, eins og ég kalla það. Já, það er oft sviknar eiginkonur og svoleiðis. Já. Og svo náttúrulega dramatísk eða spintó. Og svo Wagner. Sópranin, já, það er til dæmis það út í Wagner. Útskýrðu hvernig Wagner-röddir. Wagner-röddin. Það er nú kannski ekki svona my cup of tea, ekki beint. En sko, hún þarf að vera þykk. Hún þarf að vera ofsalega stabíl frammi og þykk rödd. Af hverju? Af því að Wagner skrifaði bara þannig fyrir röddina. Nei, það er rátt af þér. Nú? Já, alveg. Ég hík ekki við og segðu mér. Já, segðu mér. Það er því að hann er með 100 manna hljómsveit fyrir framan. Ég var ekki komið svo langt. Nó, fyrir. Nei, sko, hann skrifaði þykkt fyrir raddirnar sem að kostar það að þú þarft að hafa gott hljómsveitarbatteri á bakviði og þá þýðir það 100 manna hljómsveit. Já, ekki nómið það heldur sviðsveggurinn á bakvið hljómsveitina í Bayreuth, svo dæmi sér til, það er hans höfuðstöðvar. Að hann slútir inn á við til að dempa hljómsveitina. Já, ég skil. En hann vil hafa alla þessa liti hljómsveitana til taks, en reynir að dempa það. Þannig að það er svona hljóðdempari á veggnum. Já, ok. Ég hef aldrei komið þannig að ég hef ekki séð neitt. Og, já. Andlitsvert. Það eru fleiri fög í svo er náttúrulega kallarættinu þetta nægir að tala það hvað er mörg fög og kannski ég bæti þá við að þetta er samt eða ekki viðtal að eins og ég hef búin að segja þér að hver raddtýpa og það eru margar eins og heiðið sópran eru kannski 8, 7, 9 svo gleymum við náttúrulega kontrasöngurum sem eru að syngja sópranhlutverk það eru geldingarnir eins og kallar og tenor, sópranleguna kontratenor sem syngja kvennhlutverk alveg upp úr öllu svo þetta og hvert þessara raddsviða er fag út af fyrir sig. Já, algjört. Já, og svo þetta á líka við bassana, baritónana og tenorana. Það er til alls konar tenor. Þetta er alveg sama ferlið. Og kemur ekki óperustjórnuna því að ásvönd verkefnavalstönd að velja? Jú, sko mér finnst hann þurfi að hafa verulega innsýn inn í það að það sé valið rétt í hvert hlutverk. En hefur óperustjórinn, ég er að tala Ísland, hefur óperustjórinn akkur aðkoma því að velja söngvarana? Það hefur verið. Það hefur tíðkast hér á landi. Er ekki sérstöku verkefnavalstönd? Jú.
það ætti að vera þannig. En því er miður það menn sem hafa tónlistabakgrunn? Já, það Eins er og? nú. Já, þú meinar eins og til dæmis Garðar Cortes sem var náttúrulega óperustjóri, Ég er aðalsöngvari ekki að og tala hann um það, ég valdi. er að tala um óperun í dag. Já, óperun í dag, já. Hverjir eru það? Nú, Kristján Jóhannsson, hann er náttúrulega í stjórn íslensku óperunar Já, og fleiri? í dag. Ég þori nú bara ekki að nefna fleiri. Ég er nú bara ekkert viss á hvaða fólk er í dag. Nei, þú er ekki Því það er eitthvað búið að vera, ég er ekkert svoleiðis, hef ekkert verið með nefið onni í þessu undanfarin Það ár. er ekki haft samskipti við það þá? Nei. Ertu að segja mér að ég er nú aðeins að stokka fram fyrir okkur Já, já, ekki frekar ég aldrei verið boðið einu sem sýningu hvað það heldur að stjórna sko. En ég nenni ekki svona vælu skap tölum manst eftir einhverju sýningu þar sem að sviðstjórinn greip inn í æfingu eða sýningu eða gera eitthvað mistök eða gera eitthvað til þess að sýna mikilvægi hans. Hvað gerir sviðstjóri? sviðstjóri náttúrulega stjórna sýningunni. Að hvaða leyti? Að því leyti allt gangi upp. Allir séu á réttum stað? Allir séu réttum stað á réttum tíma. Það er bara þannig. Þannig að það er rosa mikið starf sem að sviðstjóri hefur. Sýningarstjóri sem við köllum. Það er sýningarstjóri, hann þarf að vera með allt á hreinu, púlsinn á öllu, allir komi inn á réttum tíma, hann kallar alla upp og annars líkt. Og hulskist út af sviðinu þegar Já, ég þekki marga sviðstjóra og það er það getur alveg skipt sköpum. Hver er við hljóðnefnum sko? Það gerir það því að maður treystir afskaplega mikið á sýningarstjórann. Maður verður að gera það. Afskaplega. Söngararnir. Algjörlega. Þeir geta nú vísar ekkert skipt sér að hljómsveitarstjóra. Nei. En við erum að tala um sviðið. Já, framvinduna í sviðinu, á sviðinu. Já, Þórandi lendi í það sviðstjóra að gleymt að kjúa þig inn. Nei, svo sem ekki. Ég hef náttúrulega bara alltaf kunnað svo vel alla mínar óperur að það hefur ekki þurft að kjúa mig inn. Það skil. Já. Manst eftir, við vorum að tala um stjórnendur. Já. Í mörgum óperum og sérstaklega Grand óperun svo kalluð. Já. Og síðustu áratugum 19. aldar, Verdi til dæmis. Já. Þar eru oft stóri kórar. Já. Allir vita nú til dæmis Pílagrimakórinn. Já. Tannhauser. Já. Það þekkja það allir. Já. Karlakór. Já. Manst eftir einhverjum kórstjóra sem var afburða. Þetta verður alltaf hanga saman. Já, þetta verður alltaf hanga saman. Ég er nú ansið hrætt það. Því að kórinn í óperunni, hann spilar náttúrulega afskaplega stóra rullu. Oft á tíðum. Ekki bara sem söngvarar. Nei, sem sagt sko leikarar. Já. Og allt mögulegt, skilur, sem að fólk notað í kórunum. Og þó það segi ekki orð, en það er náttúrulega yfirleitt þannig að það er kórinn sem að syngur bara vissan þátt alltaf sem er skrifaður í hverju óperu, vissa kórparta og það þarf náttúrulega að vera, finnst mér afskaplega frambærleg kór, óperukór og fyrir mig er óperukór með body. Ég vil hafa body í röddunum, ekki flatansöng í óperukór. Hvað með Mozart? Alltaf sem vilja hafa body í Mozart? Sko, að vissu leyti. Mér finnst bara
hann ekki meira svona flauelsmjúkur? Jú, en það þarf að vera svolítið body í Mozart líka, en meira náttúrulega í Verdi Puccini. Ég nefnilega hef svolítið á tilfinninguna fyrir þér sé óperan frá 1850 til 1900. Já, má ég kannski segja það. Þú tala um óperu, þá eftir maður alltaf að tala um grandóperu. Já. Ítalska grandóperu. Já, vegna þess að það hefur verið mitt fag. Og að því að þú menntaði mig þar. Á Ítalíu og það hefur verið mitt fag og það hefur passað svo vel fyrir mína raddtípu. Já. Bíða bara. Það allt til að ég elska mín. Þið bara í spjallinu núna? Þú varst að bæta þér inn í viðtali. Ok, sorry. Allt til að bara í vinnuna. Hvað voru við? Já. Ég klippa þetta í burtu bara. Hæ? Þetta gott að klippa þetta í burtu, gott að hann færi. Hvað voru við? Já, það því þegar þú varst að læra á Ítalíu. Já. Biti, já, nú fer ég aftur inn. Spónsið það? Já, það rautt hérna, þú sér það. Ok. Eða ekki? Sér ekki rautt? Jú. Bara úrsið að ég voru trufluð og þegar ég bara kom með góða spurningu. Óperustjóri, hljómsveitarstjóri, sviðsstjóri, kórstjóri. Eru fleiri stjórar í óperunni? Bíddu, ég ætla ekki að sérst. Gleymum ekki einu. Að í óperunni oftar en ekki, það er ekkert absolutt í þessu máli, sko. Við erum að taka það fram. Það er hægt að flytja óperu í verksmiðju þess vegna ef út í það að fari. En það þarf að færa til leikgjöld, alveg vilt og galið. Og þá er yfirtrésmiður eða yfirsviðsmaður eða eitthvað svoleiðis, stjóri. Já, sviðsmaður. Það þýðir ekki þegar hann sitt og drekka kaffi út á veitingási, sko. Nei, það gengur ekki alveg. Það var hættum að sýningin gangi ekki upp. Já, eða þú ætti verið enda á hringsunni. Já, algjörlega, sko. Það birtist ég bara til vinstris eða fyrir hægri. Já, eða bara sérst ekki. Nei, það gengur ekki upp. Þannig að þarna kemur einn mjög mikilvægur aðili inn í þetta, myndina, alveg endalaust. Ljósamistari? Jæja, sko, hann er ljósamistari, sko. Það nú aldrei að lýsa upp sýninguna, að það sé rétt ljóshorn allstaðar. Og ljósum verða að koma rétt tíma. Já, og alls konar spott og svona, allt þetta. Þetta er verulega krefjandi starf. Þetta sko... Hefur séð ljósaborðin? Já. Ekkert um að takkar. Ekkert um að takkar. Og það er neins gott að kunna á þess að takka. Og þarna þarf náttúrulega bara fagfólk. Og þarna þarf sviðsstjóran að kjúa. Já, þannig að það koma að einni óperu ofsalega margir fagmenn. Ég veistu, við erum að gleyma einum aðeins. Það er ræstingateymið. Já, segðu. Það þarf að taka til eftir þetta allt saman. Ég segi það bara upp á. Dóttir mín lendi í því út í útlöndum að það var hita uppstreymi held ég að verið frekar ryk uppstreymi nema ég hafa nú bara hérna í Hörpu sko. Og var þurft að kyngja eftir hvert einasta orð sko. Og vökva sig það að halda húsinu réttu hitastigi og réttu rakastigi það er bara alveg fyrst það er mjög nauðsynlegt. Já, og það er... Og þá er það húsvörðurinn. Já, og þetta er heilmikið, þetta þarf alltaf að haldast í hendur. Þú sért að það vinna margir þarft verk, öllum hornum. Svo er það sminkan, hárgreiðslu,
manneskjan Já. eða manneskjurnar, alltaf margar sminkur í stærri óperunum allavega. Búningahönnurinn, jæja, saumakonurnar. Já, hér. Og við gleymum sjálfsagt einhverjum og við byggjumst afsökunar því að við getum haldið svona áfram lengi. Já, algjörlega. Og svo náttúrulega sætavísurnar. Jæja. Það er svo, það er eitt sem við þurfum að tala um. Til þess að ópera sé ópera þú þarf áheyrendur og áhorfendur. Já, heldur betur. Já. Hvert er hlutverk þeirra? Það er náttúrulega svolítið hlutverk þeirra að við finnum réttu stemninguna og við tengjumst þessu fólki sem er út í sal að gleðja það, hvort sem það er í gleði eða sorg. Já. Það getur líka verið í sorginni, tárin trilla niður jafnvel, þá erum við búin að fá svolítið tengingu frá áhorfendum. Feedback, eins og algjört. Þannig að áheyrendur og áhorfendur skipta okkur svo miklu máli því að það er svolítið munur á að hafa engan í salnum. Allavega fyrir mína parta. Mér finnst alltaf betra að hafa fólk í salnum. Til þess að ég geti verulega túlkað og sýnt það sem að ég þarf að gera. Já, allt þetta tilstand er gert fyrir þá sem að kaupa sín á sýninguna. Akkurat. Og við mögum ekki bregðast því fólki. En hefurðu tekið eftir því þegar við erum að útvarpa frá svona viðburðum? Já. Að það er alltaf skrúa niður og leiða fólk byrja að klappa. Og sko tónlist að mínum mati er félagssett fyrirbæri. Já. Við erum hér og við erum að reyna að miðla einhverju og skemmta eða hvað sem það getur. Leikhúsið er að koma einhverju skilaboðum út í sal. En oftar en ekki er bara skrúa niður í viðbröðunum. Já. Og þau segja svo mikið viðbröðin við sýningu. Ég veit ekki hvort þau þurfa að koma, ég er að tala um bara Ríkisútvarpið til dæmis. Og meira segja BBC, ég veit það líka. Það er bara að skrúa niður í fólkinu. Þá er búið að taka þetta félagslega element út úr sýningunni. Stemninguna. Já. Og það er mjög miður. Því að mér finnst að það þurfa að heyrast því að ef við erum að tala um eitthvað svoleiðis þá er alltaf áhorfendur, þeir eru alltaf spenntir fyrir að vita hvað skildi að fá mikið klapp. Já. Hvað skildi þessi fá mikið klapp? Allan fá eins mikið klapp og mér finnst það neð þurfa að fá. Svolítið keppnum við söngara með það. Og það eru margir sem að hlusta á þetta og horfa á þetta. Hvernig er honum tekið með klappinu? Það er nú aðalega söngara sem er að keppa sín á milli sem bara eðlilegt. Já, keppa sín á milli. Ég er að tala með svo fyrir áheyrendur líka að þeir ef þeir eru að hlusta á þetta í útvarpi eða sjónvarpi að þá oft býður maður eftir ég sé fyrir mína parta ef ég er að horfa á óperu hvernig skildi framklappi vera hvernig skildi fólki vera tekið af áheyrendum og þú getur verið alveg algjörlega á öndverðu meiði þess vegna þegar þú heyrir klappið akkur var þessu þetta er nú meira svona innra innri spekulation. Já. Það er náttúrulega óbáslega mikil samkeppni í óperu heiminn. Það er það. Bæði og litla Íslandi og út allan heim. Já. Og það er frægt þetta, söngvarar stingi hvern annan í bakið til að komast upp á svið. Já, því miður, þá hefur maður heyrt það. Já. Að það sé. Það er launin sem menn þurfa að fá fyrir brauð og smjöri. Og það er líka metnaðurinn metnaðurinn sem byggist á menntun og reynslu og hæfni þegar fólk vil fá eða óskar að fá viðbröð við því Já. og
sem bara skiljanlegt. Það það. En í öllu falli, sko, vil ég nú bara beina þeim orðum til Þula eða á Ísland og í BBC að skrúi ekki fyrir fólki sem að tjá sig eftir sýninguna. Já, akkurat. Leyfi fólkinu að tjá sig því það bara helmingurinn af sýningunni hvernig tekið á móti sýningunni. Akkurat, hjartanlega sammála. Sko, að segja bla og leið og einhver búin að syngja á sig gati 2 klukkutíma og segja svo ding dong með 0 auglýsingar. Já, einmitt. Þetta svo niðurlægjandi. Það í rauninni, sko, þetta passar ekki svona. Ég hef heyrt útsendingum, ekki bara frá Íslandi heldur, frá útlöndum, þar sem kemur smá brotaklappinu, fólki fyrir að fagna. Já. Og fagnaðarlæti på mig yfirleitt síðan, sko, en ekki fyrst. Já. Fyrst bara svona almennt klapp. Já, svona kurteisisklapp. Kurteisisklapp, af því þetta tekur oft langa tíma fyrir fólk að tjá sig. Já. En að heyra kurteisisklappið, svo einhver þula flýta sér að klára afkynningu og svo kemur eitthvað ding dong og þá koma auglýsingar og svo koma fréttir á slaginu. Já. Þetta bara, sko, music takes time. Algjörlega. Music takes time. Og hún verður að fá hljóma frá A til Ö. Og undan og eftir. Allt ferlið. Og undan og eftir. Já, þar ég alveg sammála. Ég sagði sögu í gær þegar við vorum að spjalla saman. Já. Ég kom með 32 spólir til útvarpsstjóra. Já. 1980. Klukkutíma, 32 klukkutíma. Já. Og það var nú tónlistarstjóri, ekki útvarpsstjóri, tónlistarstjóri, sem ætti nú að vita betur. Já. Og hann segi, Guðmund, almáttugur Guðmundur, ertu með 32 klukkutíma íslenskt tónskáld? Já. Og svo lét ég nú bara út mér, heyrðu, sko, tónlist gerist í tíma, ef maður á að kynna íslenskt tónskáld, þess að ég var að gera þarna, að hans beðni, þá maður að hlusta á verkin hans og þau taka tíma og ef maður ætlar að gefa einhverja myndamannin á klukkutíma eða eitthvað það þá komast ekki nema brota hans verkum inn í þann þátt með viðtölum svo ég ákvað bara að hafa 4 klukkutíma hvern tónskáld. Frábært. Af því að music takes time. Akkurat, það bara þannig. Þessi instant money, allt þurfa að gerast sko svona ding dong. Nú verður að segja fréttir ding dong. Það er óþolandi. Já. En ég held að fólk sem stendur í þessu útsetning og sjónvarpsútsetning átti sig ekki á þessu. Þeir hafa kannski aldrei komið upp bara. Hvað heldur þú að útvarpsfólk hérna upp í Efstalíti hafi sækist eftir því að fara að hlusta á óperu? Já, nú veit ég ekki. Sérðu þú í Löngubunum koma hérna fréttamenn? Já. Svaraðu því. Þeir hafa ekkert verið í sko löngum taumum eða löngum röðum að þyrpa stað og fjalla og annað slíkt, en þeir hafa sinnt alveg sínu starfi hvað varðar að koma sýningum á framfæri, allavega þeim sýningum sem ég hef verið í, en mér finnst bara þurfa að gera óperunni bara miklu hærra undir höfði. Þetta svo stórkostlegt listform. En mér finnst það ekki. Sko, fólk elskar söng. Það yfirleitt bara allir sem elskar söng. Af hverju ekki söngur og leikrit? Margir elska að fara á leikrit. Af hverju ekki koma og tvinna saman, horfa á verk eftir ýmis tónskáld, íslensk, erlend og fá allan pakkan með glæsilegri umgjörð í sviði og öðru og fá flotta söngvara. Af hverju ekki að
lyfta þessu verulega upp þessu listformi. Jú, ég tek undir allt þetta. Að vísu er ópera ekki í mínum formin eitt glamour. Nei. Eða dingladangl eða eftir Herbu Kristalls ljósakrónur. Það er músíkin sem skiptir öllu máli, tónskáldið og hitt er allt saman bara umgjörð. Mér langar til að þá skjóta hérna þetta í hug, þú varst tala því ég heimsótt útvarpsstjóra og var að taka viðtal við hann fyrir útvarpið sjálf og var að fjalla óperu. Þetta var rétt áður en íslenska óperan var stofnuð. Já. Svo er ég skrifið Morgunblaðið langa greinar um það hvað var ekki neinn ópera á Íslandi nema eitthvað söngur frá Tyrol í Þjóðleikhúsinu. Og ég spyr hann útvarpsstjórann, þetta er ekki 1980, ég var bara hérna heima að skrifa doktorsritgerð eiginlega. Vinna meir peninga, ég segi við hann, hvað finnst þér óperu? Ertu áhugamaður óperu? Ég er ekki áhugamaður. Ég hef engan áhuga útvarpið og senda út óperur. Nei. Þó við gætum það hérna úr útvarpssalnum svo sannarlega, við erum með hljómsveitirnar í útvarpssalnum. Og ég segi, af hverju ekki? Já. Af því, sagði hann, eitilharður, að óperan er bara röða lögum. Já. Og ég hef ekkert gaman að svona röð af lögum, nema þegar ég kemur lag sem ég þekki. Já. Þá er það svo þolanlegt. Hans útvarpsstjórinn sjálfur sagði bara, ég hef engan áhuga á óperu, ég hef aldrei í óperuna komið. Sérðu samhengi hérna? Já, það er náttúrulega... Ef þú hefur aldrei komið í óperu, þá veist ekkert hvað hún er. Akkúrat, það er bara þannig. Já. Þannig sem ég segi, þetta er svo víðtækt listform, óperan. Tölum við tónskáldið, að því að allt gengur þetta út á tónskáldið og líbrettistan eða textaðan. Jú. Hver er þitt uppáhalds óperutónskáld? Ég held að því sé alveg fljótsvarað að það er meistari Verdi. Já. Og það er þetta, ég skal segja það, ég var að hlusta á Don Callas eða Carlo, hvort þú vilt. Spansku eða fransku. Já. Og það er bara rauða laglínu með millispilum og... Já. Og það er hægt að syngja það í gegnum óperuna. Já. Ég skipti óperum í tvennt. Það er að segja þær sem að maður getur raunverulega sungið frá upphafi sem hljómsveitarstjóri, maður bara fer að syngja, og alveg til enda. Já. Og svo er aðrar óperur sem maður bara ekki möguleiki að maður getur sungið sko nema að hafa háa rödd og djúpa rödd og allavega og það er bara svo flóknast til þess Wagner, ég veit að þú ert ekkert mikið fyrir Wagner hvernig vogar þér að vera á móti Wagner? Ég er alls ekki á móti Wagner, það er langur vegur en hann hefur bara ekkert höfðað til mín. Er það ekki bara því þú hefur ekki alveg stuð það? Kannski, það má alveg vera. Hefur þú orðið eitthvað verið við það? Ef ég hefði alist eitthvað upp í Þýskalandi að þá hefði ég kannski verið bara algjört Wagner fan. Ok, en hvernig myndir þú þá að lýsa, sko, nú er mörg tímabil í lífi Wagners náttúrulega frá þessum svona einfaldari óperum yfir í mjög strangar og ströng víravirki. Já. Síðustu óperurnar hans, hann kallaði þetta reyndar ekki óperur. Hvað kallaði hann það óperurnar síðustu? Bara hreinlega man það ekki. Hann kallaði það músikdrama. Músikdrama, já. Hann leit ekki á þessu óperu stjórnandi undir það síðasta. Nei. Hvernig myndir lýsa þá síðasta skeiðinu, hringnum? Hvernig músík er það? Sko, nú hef ég... Þú ber saman hljómsveit Wagners og Verdis.
Sko, nú hef ég sungið, ég söng hérna á sínum tíma í styttri útgáfu af Niflungahrígnum Já, var það ekki gaman? við Þjóðleikhúsið. Það var mjög gaman, jú. Og ég söng þar fyrstu Rínardóttir og ég söng eina af Valkyrjónum. Og ég heyrði þess ekki. Já. Ég var við Íslandur. Já, ok. Frumsýning á listanum. Já, einmitt. Það var afskaplega gaman auðvitað að taka þátt í því, virkilega. En þó að ég hefði kannski ekki beint farið eða óskað eftir því að fara áfram með Wagner sem mitt fag. Þú fékkst þess að... Ég fékk smá smjörþef, Já, smjörþef, ég hef sungið Wagner aríur, ég hef sungið Wesendonck-lieder. Já, og svona þannig það er nú allt annað handleikur. Já, sko, það er allt annað handleikur. Ég hef sungið Wagner aríur en ég meina þær klæða mig mjög vel, sko, er ekki það, en það er bara eitthvað í sálinni minni sem að höfðar ekki til Wagners. Wagner höfður ekki til sálar þinnar. Já. Ég skil ég. Fleiri tónskáld, hvað með gömlu óperutónskáldin? Ég segi gömlu þegar þetta er nú ekki náttúrulega sekundubrót í eilífiðinni frá Wagner og til Monteverdi. Já. Hefur þú sungið Monteverdi? Nei, ég hef ekki sungið Monteverdi. Aftur á móti hef ég sungið Purcell. Já, og við skulum þá bara bakka og við eigum sameiginlegar minningar. Heldur betur. Ég hringdi í þig einu sinni og hvaða ára var það? 1980? Það var 1900 og ég ætla ekki verið 1990. Nei. Hvort við tölum saman 89? Nei. Dító kom langt á undan Toscu. Nei. Er það öðvöld? Algjörlega, elskan mín. Við byrjuðum á því að flytja saman Toscu 1986. Tölum það er lífsreynsla fyrir sig. Já, 1986. Þá leiddu við hesta okkar saman í Toscu. Fyrstu óperunni sem ég söng, 25 ára gömul. Já, fyrst og einu óperu sem ég fengið stjórn á Íslandi. Nú, jæja, sæll. Og ég fekk fyrir utan sko kammeróperur sem ég til ekki alveg með, en hérna já, þegar mjög var búið að stjórna Toscu þá ég út í Bandaríkjunum og ég beði að koma heim í snarhasti af því að Barbaccini hefði gefist upp á 10. sýningu. Nú? Já. Gafst hann upp? Já, bara fór. Og hvað er þetta? Og þá bara hringt, eins og gert við hljóðstjóra. Leonard Bernstein fekk svona séðans líka. Enga æfingu, bara beint honni upp á pall og í mínu til við fengið beint honni grifju. Ekki einasta æfing, 3 klukkutíma apparat. Já, akkurat. Og það vildi svo til að það var jafnframt þitt debut. Það var mitt debut, já. Þannig við vorum þarna 2 og það hefur ekki þvengið neina hljómsveitræður. Nei, blauta bak við eyrun. Í þannig laga. Það vildi nú svo til að við kunnum sjálfsagt aríurnar og ég hljómsveit. Jú, en hvað var þar að koma að óperu? Já, þetta er voðalega sniðugt að bjóða íslensku ungum tónlistarmönnum svona upp á svona séns. Hefur nú ekki verið betra að við hefum fengið aðeins fyrir ára. En við stóðum okkur vel. Við stóðum okkur rosalega vel, ég man ekki betur. Það var allt svo flott og smurt á milli okkar og allt gekk upp. Er nokkuð hægt að óska sér betra? Meira segir Jón Ásgeirsson sagði að þessi sýning hefði verið betra heldur en Barbaccini. Já, heldur betur. Og ég á þá dóma í minni bók. Ég gleymi aldrei þeim dóm af því að ég las þá og Andri svo vant og Jón Ásgeirsson var nú ekkert sérstaklega svona uppörvandi við mig þegar ég byrjaði að stjórna Nei, við vorum líka að skrifa morgunblaðið báðir og smá keppni á milli að því leyti til. Tölum Toscu. Svo ég hoppar grifið og þú hoppar upp á sviðið. Og við syngjum bara alveg svo við fáum borgað fyrir það. Alveg hreint. Helling. Alveg helling, já.
alveg helling. Ég man nú ekki hversu mikið. Nei, ég held að það var ekki verið mikið. Nei, en það var allavega afskaplega gaman. Það var náttúrulega óskaplega mikil lífsreynsla fyrir mig, 25 ára gömul, og mér þætti gaman að vita. Nú bara set ég spurningu út í kosmóið. Hvað margir gætu þetta? Jú, það sko segja, hve margir hafa sungið Toscu á sviði 25 ára? María Callas. Og fengi frábæra dóma fyrir. María Callas, ok. Alveg örugglega. Já, það væri gaman að vita. Hún leit alltaf út eins og væri eldri en hún var. Já. Hún byrjaði ung og hún var alltaf æðisleg, hún var náttúrulega stórkostleg. Já. Primadonna. Hún var primadonna. Hvað þýðir þetta orð primadonna í þínum huga? Það einhver aðalmanneski á sviðinu? Nei, sko, það í mínum huga, þetta náttúrulega fyrsta kona. Þetta kona sem á að vera einhvers stað fremst í flokki. Það oft sagt við fólk sem ábyrrandi og kannski virkilega stendur undir því að vera ábyrrandi, að hún sé primadonna, að hún sé flott. Veistu hvernig ég held að almenningu líti á fólk sem kallað primadonnu? Já, svona merkikerti. Frekjudósir, með hjálm, með horn, einhverju nautshornum og pantaralegar og syngja hátt og maður sér alveg hann í barkaðum. Þetta svo misjafnt. Sko, sumir túlkaði hún nú algjör primadonna, sko, að þá það svolítið neikvætt. En hún primadonna, þá það jákvætt að hún fremst í flokki. Já, ég held að þetta leggja þetta orð niður. Já, ég alveg sammála. Menn að það engin primadonna í svona stórum hópi. Nei. Það verða allir að taka höndum saman. Hvað heldur þú? Öðruvísi ganga hlutir þeir ekki upp. Og maður verður að bera virðingu fyrir sínum kollega, bera virðingu fyrir listin og bera virðingu fyrir öllu sem í kringum sig. Ekki vera með primadonnu stæla. Bara alls ekki. Enda líka heitir þetta útlensku opera company. Já. Það félag óperuflutning. Já, einmitt. Og þegar verða að flytja inn svona primadonnur sem þær selja. Já. Þær selja með hana. Já, þær selja með hana. Hvað búið að sína sömur óperu 1000 sinnum í óperuhúsum heims. Bara í New York og Covent Garden og svo framvegis. En eina sem breytist, tjöldin breytast ekki, sko, heldur bara primadonnan. Og þá seljast með hennir. Mér finnst þetta hlýtur að vera þungbært fyrir tónskáldin. Hvað ópera án tónskáld? Ekki til. Nei. Ég man sérstaklega eftir einum Beethoven-tónleik sem ég stjórnaði. Tvær symfóníur eftir hann og einn píanókonsert. Og í lok tónleikana, til að minna bara fólk á fyrir hverju það var að klappa, þá tók ég raskar og hóf hann og svona loft og lét klappa fyrir Beethoven. Og það bara fólk áttaði sig ekki á því að það var að klappa fyrir Beethoven, ekki fyrir okkur að greiða upp á sviði, 100 manns. Ég hristi Beethoven með raskrána og sýndi hana svona í allar áttir. Já, einmitt, sko. Þetta það sem við erum að klappa fyrir, ekki fyrir mér eða hljómsveitinni. Við erum bara vinnumenn. Og við erum bara verkamenn í yngari drottins. Algjörlega, það rétt. Það rétt. Hvað þið eftirminnilegast úr flutningi okkar og Toscu? Og Toscu? Það var náttúrulega bara þetta góða samstarf og við náðum bara svo vel saman. Stundum það þannig að maður að berjast svolítið við hljómsveitarstjórann, tempo og annars slíkt. Það var ekki slíkt að milli okkar. Nei, alls ekki til. Við vorum bara alveg sammála það sem við vorum að gera. Ég bara fylgdi þér og þú fylgdi mér. Og algjörlega. Hefur lent í því að gleyma að horfa á hljómsveitarstjóra svona eftir Conor of Your Eye.
ekki að gleyma því, nei. En ég... hægt að syngja og vera í hérna... Tempóinu og allu. Vera bara í músíkinni. Í músíkinni. Ef þú hefur ekki hljómsveitarstjóra sem að koordinera þetta allt saman. Það kóða þá 150 manns á sviðinu og ef enginn horfir á hljómsveitar þá verður þetta bara... Gengur ekki upp á sjálfsögðu. Hefur ekki að lendi hér og vera skömmu fyrir að hafa ekki horft á? Nei, aldrei. Og ég hef alltaf passað mig á því að vera tengd hljómsveitarstjóranum. Ef að ég er undir, eða réttar sagt, ef ég er þannig stödd á sviðinu, jafnvel að syngja á hólfi, með bakið í hljómsveitarstjóranum, þá náttúrulega verður maður bara að hlusta alveg rosalega vel. Alveg rosalega vel. Það er voða viðlegt að hlusta söngvar sem hálfum takt á eftir. Það gengur ekki. Það gefur auga leið. Ég ætla ekki að segja hvað það var eða hvenær, en þá ég var að æfa óperu til frumflutnings og það fauk í mig. Ég get talið þau skipti sem hefur fókið í mig á pallin. Maður á ekki að leyfa sér það. Þau eru 3 skipti og ég sé alltaf eftir því. Það hafi ekki haft stjórn á. Ég léti ljós alveg óbáslega, ég léti ljós pirring, sko. Ég skil þig. Og þetta voru áhugasöngvarar eða svona millibils menntaði tónlistarmenn en ekki vanir að syngja óperu. Og ég man að ég lagði tónskortan frá mér og sagði, sko, ef ég væri óperustjóri í Þýskalandi og þið verðið að koma hérna öll sem eitt að syngja fyrir, komast inn í þetta hús mitt og myndi gera það neitt ykkar. Þannig að nú? Bara svona. Að þið, sko það er alveg, ef þið haldið að ég geti haldið þessar óperu saman og bara með ykkur að glápa hvort annað og með hnakkan í mig, þá er það bara ekki séns. Það er ekki fræðilegur séns. Sko þegar þú segir þetta, að þá finnst mér sko, það kom alltaf upp þau moment að fólk ekki að hlusta og þá gleymi sér og þá þarf maður bara hreinlega að brýna röstina og segja eitthvað kannski sem að maður sér pínlítið eftir en oft fer þá fólk að hlusta og reagera allt á þetta. Það þarf aðeins að íta undir. Hasta á. Þetta kom líka fyrir mig í Toronto. Að þá var bara sparkið. Eða þannig, ég fór ekki æpa öskur og rífa hár mig. Ég veit ekki til hvað ég er að stjórna hérna, þetta fylgir mér ekki. Akkurat. Og ég held eitthvað langa ræðum það. Og það lagaðist leið. Ég veit þá, ég hef þetta að bara eigin reynslu sem kórstjóri, að maður þarf stundum að byrsta sig, þó maður vilji alls ekki gera það. En það kemur viss árangur af því. Já, það er alltaf jafn leiðilegt. Alltaf jafn leiðilegt. Og maður fær móral, sko, ég er ennþá með móral fyrsta skiptinu sem ég virkilega beitti mér. Við sko orðað að fannig að beitti mér. Að beita sér. Að ég sagði bara, þið verðir. Já, það er líka að því maður er að gera þær kröfu til þess að fólks að það reyna að skila sínu eins vel og hægt er. Maður getur náttúrulega ekki gert kröfur að áhuga fólk skili hlutunum eins og professional fólk, en að skili hlutunum eins vel og bara mögulegt er og til þess eru við sem að stjórnum. Og við verðum þá bara að fá leyfi til þess að segja ok, þetta gengur ekki, horfið á mig, ok, þetta gengur ekki, hlustiði eða annars slíkt. Það er að segja þessu óperisögur skemmtilega. Ég var niður í Gryfju í Þjóðleikhúsinu, bara unglingur að því ég var fengið til að spila dinnumúsík í Þjóðleikhúsinu, 17 ára eitthvað svoleiðis, niður í kjallara.
fólk kom í hlé og fjössi kaffi og kleinur eða eitthvað og þá spilaði ég eitthvað létt með því en á undan hafði ég alltaf farið beint upp í Gryfju þannig að ég sá alveg ógrunni af leikritum og óperu ég man til með Brúðkaup Fígarós með Rósenkrans í farúrati svo eitthvað sem en svo man ég líka eftir söngleik og talandi um að horfa á hljómsveitarstjórann allt í einu snýr einn söngvari eða leikari sér við og snýr bakinu á áhorfendur það sem hefði gerst hjá honum hann bara gleymdi hvað hann átti að gera næst hljómsveitarstjórinn fór að syngja með fyrir hann og alveg veikt en samt hann heyrði það og þá sneru sig og ég held áfram sko þetta við getum bara sagt þér pínu dæmi að einu sinni voru við Kjartan á sama sviði eiginmaður minn söngvari þá var hann í kórnum og ég var að syngja hlutverk við nefnum engin nöfn og þá kemur það við erum ekkert að monta að einn söngvarinn gleymir bara hvað hann á að syngja að koma inn og Kjartan kunni þetta hlutverk því hann svo rosalega músikalskur og fljótur að læra að hann var búinn að læra þetta hlutverk og hinn og þessi hlutverk nú er ég að monta það ég má það alveg en hann söng hann inn og þá allt innu klikkaði hann inn og hélt áfram ég meina það náttúrulega sko hér á landi vantar þessa súffler mannesku, skilurðu, sem eru yfirleitt erlendis að það eru manneskjur sem eru niðurgrifi jafnvel og minna á hvað þú átt að segja eða syngja það vantar oft í íslensku leikhúsi heiti það nú bara hvíslari hvíslari, nákvæmlega og það þarf í óperum líka í flokknum óperum ég meina þetta fólk er á þönum með svið og skilmast og guðma allt mögulegt eða bara í ástaraflokkum allt mögulegt og allt í henni bara býttu hvað átti ég að segja æj tölum fleiri skemmtilega manstu eftir í Tosku þá þegar kviknaði já, ég man sko eftir því sko hvernig virtist það þér? Sko, þannig var þú segja sögur sko ég var þá við Elisabeth F. Eiríksdóttir skiptum með okkur hlutverki Tosku þið skiptist og hérna hún var á sviðinu og ég var aftur á móti upp í stúku að horfa á svo ég sé allt í einu að það farið að sem sagt Cavaradossi á að reykja þetta er fyrsti þorstu Tosku og Cavaradossi á að vera reykingamaður og er að reykja upp á sviði og er að tala eitthvað við Tosku þarna og eitthvað svona og hann hendir stöfnum ofan í dall sem að var nýbúið að setja þurr blóm onni og getur eftir ímyndað hvað gerðist það kviknaði þetta í öllu saman og það sem að ég satt upp í stúku horfði beint ofan á þetta hljóp eins og fætur tóð úr stúkunni það virtist enginn taka eftir þessu og ég hljóp eins og fætur tóð til sviðsmanns og sagði honum að biðja bara næstu manneskju sem fari inn að fara með vasklas og hella ofan í fötuna því það væri að kvikna í Heyrðu, þá hefur við kviknað tvisvar í á sýningunni en því það var í þessari senu þá voru alvöru kerti í kapellunni og þess vegna var alltaf brunaliðsmaður eða slökkviliðsmaður eða hvað heita í vagnum í fyrsta þætti og með tæki tilbúið það er alveg bannað að vera með eld á sviðinu ég er alveg hissa að þetta hafi verið leyft að einhver var að reykja ég skil það ekki Tosca var látið reykja hann var svolítið sérstakur þessi leikstjóri hann Paul Ross englendingur að hann lagði svo mikla áherslu á það að Tosca og Cavaradossi myndi reykja og það var skelfilegt ef þið farið tökurnar á tónleikagestum eða óperugestum og sviðsfólki og ekki síst bara okkur söngur ég er að segja það
stórhættulegt. Alveg ömurlegt bara. En ég ætla að klára mína, ég er bara að stjórna hérna niður í Gryfju, svo sé ég allt í einu bara, eins og sekúndubrót, að slökkviliðsmaður kemur hlaupandi við sviðið, þegar það kveiknaði í tjöldunum, út frá kertunum. Og bara leið og hann hleypur fram í altarinu, þá kemur Já. og út af hinum einn. Þetta gerði svo hratt, og hann var með hjálm og alla græði, sko. Já. Að það heyrðist ekki hvorki hóstin í annað úr salnum, sko. Nei. Þau hefur bara haldið að þetta vera, sko. Já. Kannski bara. En mér döð brá, þú manst nú hvernig fór fyrir hérna æd í Kaíró, kveiknaði bara í frumsýningunni. Já. Ég meina, það er náttúrulega, þetta er svo stórhættulegt að vera með opinn eld á sviði. Það gengur bara ekki upp. Nei, en ég meina, ég hef alveg gátt að þeir skyldi leyfa þetta. Já, Þeir nákvæmlega. sko, ef kertinu voru of nálægt tjöldunum, sett niður í flýti, þurfti svo lítið til. Heldur betur. Þetta var að frumsýningunni minni. Þetta var frumsýningunni. Æ. Tölum við hinn óperuna sem þið fluttu saman. Já, Dító Eneas. Já. 1990 Já. í Langholtskirkju og sett upp af íslensku hljómsveitinni Segðu bara ég undir stjórn Guðmundar Einarssonar. Ég bara setti þetta Það var ekki- það var ekki flókið. Sigurður Pálsson. Já, leikstjóri. Það var allt skipulagt og Já, alveg rétt. Það var rosa gaman og rosa flott og æðislega flott sýning hefur þetta verið, þó ég segi sjálf frá, þó ég hafi verið, ég bara tala um heildina, Já. alla heildina, ég var að hlusta á hann alla, þannig inn á heimasíðunniðinni, Já. hún er frábær og ég skora á Ríkisútvarpið að flytja hana. Ha. Ríkisútvarpið er ekki flytt upptökum með Guðmundi Emilssyni síðan 1980 eitthvað. Já, þá er það mál til komið. Nei. Jú. Ég hef ekkert haft mér frammi til þess og sé að það er tónlistarstjóri. Nei, en þá segi ég bara. Og ég bannaði bara að ég er fluttur eins og Árni Kristjánsson. Já. Hann bannaði Já. En þú mátt ekki banna að láta flytja Dító Einaas. Nei, ég myndi aldrei gera ef einhver kemur og spyrir. Já. Nei. Alls Ef ég hef leyfi til þess að leyfa það. Já. Ég veit að ég hef leyfi til Já. það. Þegar við vorum með samningu í Ríkisútvarpið. Taka upp alla tónleika. Þeir eru allir til. Já. 300 talsins eða hvað það er. Akkurat. Og þar er Dító meðal annars. En tölum við Dító. Hvað er sérkennir Dító? Dító Einaas, þetta er náttúrulega góð sögn, þetta eru Enaðisarkvíðu. Já. Þetta er svona hálfgerð Kleópatra saga, sko. Jú, nákvæmlega. Kleópatra og Mark Antoni, annars vegar í Alexandri og svo Dító og Eneas í Karþagó. Já, þetta er náttúrulega bara þessi hefðbundnu ástir og örlög, hún er drottning og... Já, það er Rómaveldi versus annað veldi í báðum tilfellum. Já, báðum tilfellum. Og þarna er náttúrulega sko þessi svo sem hefðbundna ástarsaga. Viltu allir reitt í hug? Þriðja óperan svona væri svo að það kæmi einhver náungi frá Washington, ofsalega hátt settur og er ástfanginn að Vigdísi Finnbogadóttur. Já. Og síðan fjallaði það alveg samband þeirra. Já, akkurat. Já, það má reyna. Það hefði orðið spennandi. Já. Spennandi ópera. Já. Nú þarna blása vindarnir skipinu hans Eneas til hennar Dítóar og föruniti. Og hann dettur í það að vera ástfanginn. Hann verður svona yfir sig ástfanginn af henni. Alveg er þetta Sesar þegar hann sá Kleópatru. Og hún af honum. En það er ýmislegt sem kemur í ljós. Það er þarna nornir, seiðkonur. Örlaga nornir og örlaga valdar. Og þá eru guðirnir, sko, guðirnir var alltaf svo nálægir. Jú. Í þessum verkum á 17. og 18. öld. Já.
Guðirnir sko, líka bókmyndum Já, almennt. já, heldur betur. Það, Jafnvel í Shakespeare sko, það eru guðirnir allstað. já. Örlaganórnir og alls konar. Já. Apollo og einar þessir. Algjörlega. Já, stjórna lífinu sko, það var að minna á það hvað við varum raunverulega sko, mikla ræflar sko, því að lögregla guðirnir grípa fram í. Já. Sko það bara deyr allt í einhvern sem er manni nákominn eða hverfur á braut eða eitthvað. Já. Það er náttúrulega örlögin, forlög. Þetta var náttúrulega svo mikil trú á þetta allt saman og ef að nornirnar eða seiðkonurnar eða hvað sem þetta var, sögðu eitthvað að þá hlaut það að standa. Já, það var vegna þess að þeir voru endur uppgöta, það er ekki fallegt orð, grísku goðafræði og gríska menningu. Jú. Og það voru guðirnir allstað. Allstað, hverju horni. Trójustríði sko, það var þetta bara stjórnað af guðum. Af guðunum sko. Já, til mis. Já, ég skulle ekki fara út í það. Nei. Það fullt af söngurum í Dító. Þetta var svo upplagt fyrir okkur í félaginu, í Íslenska hljómsveit, að lifa sem flestum að reyna sig. Já, þetta var náttúrulega bara... Nefna fólki sem? Já. Að sjálfsögðu, það náttúrulega þarna... Þú manst það betur en ég sennilega. Já, Sigurður Bragason. Já, hann var Eneas. Og ég Dító. Og Belinda var hún Erna Guðmundsdóttir og svo var Elspeth Eiríksdóttir, hún var þarna í tveimur minni hlutverkum sem urðu að tölvu stóru og var eina í örlugarnar þetta er aðeins farið að fenna yfir þetta. Já, við skulum ekki fara í hlutverki. Nei, persóna og Hrafnhildur. Ég maður sérstaklega eftir henni. Því að hún bara kom og fór. Hvað var það með hana? Já, það bara get ég ekki sagt þér. Það er yndislega. Hrafnhildur mín og þú heyrir þetta. Já. Ég sakna þeim. Virkilega fallega. En svo Július Vífill. Já, hann sög Ingvarsson, sjómanninn. Sjómannaslagar. Já. Og svo var náttúrulega... Og Jóhanna Þórhals. Jóhanna, já. Nord, heldur betur. Gerði því nú aldeilis flott skil. Já, þannig að þetta var alveg valinn maður í hverju rúmi. Kórinn, hljómeiki, jæja, það má nú ekki gleyma honum. Ég hef aldrei, ég hef stjórnað mörgum kórum allan heim. Já. Ég hef aldrei sveimið þá haft eins mikla ánægja neinu eins og vinna með svo, ég var svo hissa. Já. Og líka út af því að Íslenska hljómsveitin hafði ekki efni á því að því þetta var að borga allt samkvæmt töxtum. Það var margt með hljómsveitum. Það var óþarfi að vera að stofna eina með áhuga hljómsveitum viðbót. Þess að Kammerset Reykjavík spilaði bara ókeypis. Safnaði peningum með sjóð og gaf svo plötu eða eitthvað. En menn fengu ekki laun fyrir að spila í henni. Við borguðum alveg í topp sem Sinfóníuhús Íslands. En hvað það? Að við höfum ekkert efni á því að vera með margar æfingar. Hver æfing kostaði að vera undir 1000 á nútíma. Við vorum bara með 4 æfingar. Og aðalæfingu. Já, nákvæmlega. Það var einn fyrir hljómsveit og yðsöngvara, önnur fyrir kór og hljómsveit. Hverju er að gleyma? Já, ein hljómsdarauk, bara fyrir hljómsdara og svo generalfrá. Búið. Það urða allir að kunna sitt alveg upp á gramm. Annars var þetta útilokað. Algjörlega. Ég veit ekki hvað eru lengi að æfa einu óperu, þú veist það, í Þjóðleikhúsinu.
Hvað voruð þið lengi að læra út á tosku þarna? Þetta er oft 6-7 vikna ferli, eða var það allavega. Það er nú kannski eitthvað styttra í dag, en það var það. Það er þannig með leikrit að það setir yfir þeim vikum og mánuðin saman. Já. Ég tala nú ekki allan undirbúning þar á undan og lærdóm og annað slíkt hjá flytjandum. Þetta tekur óhemju tíma. Þannig að ég verð að koma hér að framfæri ef að íslenska hljómsveit verður nú spila upp til henni í Ríkisútvarpið að þetta var allt gert á skömmum tíma hægta. Já. Sinfóníuhljómsveit Íslands fær 5 mánudag, 3 mándag, 50 enn þann dag í dag til að undirbúa tónleika. Já. Við vorum með 4, það er bara 3 í æfingar. Fjórða æfingi var notað til að taka upp. Já. Að því við fengum peninga fyrir það sérstaklega að gera stúdíóupptökur. Þannig að við vorum með allar okkar, allt okkar tónleikahaldi voru 3 æfingar. 3 3 tíma æfingar. Þetta var allt svo knappt. En svona gekk þetta. En tölum óperuna sjálfa, hvað einkennir hana? Einkennir hana, þetta er náttúrulega barokk ópera. Já, fyrst og fremst. 1700. Já, og þarna er hljómsveitin náttúrulega ekki 100 manna hljómsveit. Hún gefur að skilja á þeim tíma. Barokkansamlúða. Já, algjörlega. Og þetta þarf allt að fitta rosalega vel saman. Seppaleikari var Elín Guðmundsdóttir. Já, hún var Elín Guðmundsdóttir. Já, var það ekki? Jú. Sesselja Halldórs var kontíni og seljarspilari. Þetta er svolítið sérstakt, sérstök samsetning, finnst mér. Þetta er ekki Verdi. Ég ætla að segja það, þetta er ekki Verdi. Þetta er eitthvað sem... Og því séu Wagner. Já, algjörlega, þess að ég segi, þetta er náttúrulega barokkin, hitt er síðromantíker og annað slíkt og romantíker. En hérna, þetta er afskaplega fallegt form. Áhrifamikil saga og áhrifamikil músík. Algjörlega, mér finnst það og fallegir kórar og yndislegir og hljómleiki var náttúrulega bara alveg dásamlegur hópur, Yndisleg. Alveg virkilega glæsileg. Já, verð ég að segja. Já, og segja, það er að segja það, að heyra það. Já. En þannig að þetta var bara, það einkenndi bara þessa óperu faglegur flutningur. Ég skal bara segja það, að það komi allir svo vel undirbúnir þannig að í öllum þessum kórum þáttum sem er í óperunni við sungum bara í gegn. Ég hafði ekki eins og tíma til að segja nema 1 orð hvernig þátt. Já, einmitt. Þau kunnu þetta allt saman og ég var svo fegin að ég hafði nú sungið þetta sjálfur í skóla í kornum og þekkti óperuna sundur og saman. Ég var svo fegin að þurfi ekki að stumra yfir kórfíðan. Ég hef lent í svoleiðis kórum og það allra leiðilegasta sem ég hef tekið með fyrir hendur. Enda líka hætti ég eftir ég kom heim 80. Ég tók að mig kór hérna og ég bara gafst upp eftir 5 ár. Ég bara var búin að syngja í stjórn og vinna með allan á kórum og fara allt í að fara að stumra yfir einstaka kenna tenorrættir og ég bara hafði ekki kjarkið það. Nei. Eða þrótt. Já. Þolinmæði, allt mögulegt sem það. Það var ekkert að þessum kór í sjálfu sig. Nei. Bara ég hafði eitthvað að mér. Já. Þú veist, ég bara búið að fá nóg að þessu. Ég var búin að vera með kirkjukóri næstu 10 ár út í Ameríku. Þess að las alltaf blaðið. Já. Það er rosalega munur að hafa slíkt fólk með sér sem að lesa blaði eða fólk sem að það er að mata á tónlistinni. Þú ert með kór? Ekki núna. Ég var með óperukórinn í Hafnarfirði sem ég stofnaði árið 2000 sem hét þá Söngsveit Hafnarfjarðar. Þurftir þú að kenna raddir? Já. Það var svona yfirhöfuð, þurfti ég þess, en ég var alltaf með afskaplega gott fólk innan sem að gat leitt vel sem að kunni.
og það rosa plús. Það eru hinnir fljótari til, Já. en hérna Stólparnir. Já, stólparnir. Ég var með stólpaðili hverri rödd, þannig að það var rosa gott. Og ég var með gott fólk líka. Áhugasamt, velsyngjandi fólk sem að vildi, og sem tók svo fallega leiðsögn. Já, hérna, ég vildi ekki banka bara því að magna svo upp. Við klippum þetta bara í burtu. Dýfum okkur aðeins ofan í það að syngja í kór. Ég ætla að nefna eitt. Já. Kórstjórar, góðir kórstjórar, gæta sín á því að hafa, við skulum segja að ef maður horfir framan á kór uppstillingu, þá hefur maður sopran, allt, tenor og bassa. Það algengast svona áhugamanna uppstillingin. Já. Í atvinnumannakórum þá öllu blandað saman. Þá kannski tenor og sopran og allt og bassi sko bara hlið við hlið. Já. En í áhugamannakórum þá gæti maður þess að kórstólparnir séu á kvöldum. Sópranin, ef maður horfir framan á sópranirnar, þá eru þær sem eru lengst til hægri við hliðin og altsöngur. Og þá eru bestu altarnir setta við hliðin á sópranin. Að þær verða ekki að sungi þó að það sé verið að syngja annað lag í eyrunum. Og svona þetta líka milli tenor og bassa. Af sterkasta fólkið sett ekki fremstöðu, heldur á samskeiti. Jaðrana sko. Það voða oft. Eitthvað fleira sem við getum svo frætt fólkum? Það náttúrulega sko, það náttúrulega gott að hafa þessa uppstillingu fyrir áhuga fólkið, af því að þá maður með alveg í höndunum, maður bendir til vinstri og upp, þá ertu með tenorinn, skilurðu. Ef þú bendir á sópranin, þá allir sópranin það, ekki einhvers staðar. Nei, það erfitt að stjórna. Já, það svolítið erfitt vegna þess að þarna hefur maður það svona betur í höndunum. Af því maður þarf oft kannski að vera ákveðnari og með meiri áherslur fyrir áhuga fólkið heldur en fyrir þá sem eru professional. Og þegar þið standa allir sópranir í hóp, þá hafa þið stuðning. Afhverjum. Já, að sjálfsögðu. Það náttúrulega og mynda vissan hóp. En ef fólkinu dreift kórum, þá myndast þessi homogén hljómur. Já, algjörlega. Algjörlega, það er rosa flott sko. Og það gerir maður, sko ég gerði það oft þegar fólki var bara að fara að kunna mjög vel. Að rugla, já, það gerði ég. Og hérna það var afskaplega gaman og þau óperukórinn í Hafnarfirði setti upp óperuna Cavalleria Rusticana í samstarfi við Íslensku óperuna og þá þurfti fólk nú aldeilis að kunna því það var náttúrulega bara út allt að sinni. Já, það nú eitt sem óperukór þarf að gera. Það þarf ekki að gengið syngjandi eða sungið gangandi. Og í alls konar stellingum. Og þá þarf maður að beita sér sko, kór, sem megi ekki missa sjónar af mér. Nei, nákvæmlega. Og þá fer þetta allt í graut. Akkurat. Allt í graut. Það er erfiðast. Það er erfið, það er svolítið. Kórinn fyrir labbitúr. Já. Hefur lent í því að stjórna kórhæða sem eru eina eða tvær prímatónur og einn svona heildutenor sem maður vill svona gnæfa yfir. Ráða ríkjum í flutningum. Já, bara láta heyra í sér. Ég sussa það fólk yfir eitt niður. Já, hvernig tekur það því? Bara vel, það Hættir bara? Nei. Ég bara fór enda að fara mjúkum höndum það. Já, það er mjög diplomatist þar. Já, nauðsynlegt. Sko að því að það skipta við það allt saman að svona
karakterar eru ofboðslega miklir stólpar. Já. Það En ef þið farið yfir strikið, Já. þá fer þetta að vera sko kór og einsöng. Já, algjörlega, það gengur ekki alveg upp. Nei. Út af samhljómin, út af samhljónum, þannig að það gengur ekki. Ég veit eftir eitt í huga að því við vorum að tala um Dító, að Jón Ásgeirsson, gagnrýnandi Morgunblaðsins, var eitthvað óánægður með það að hljómsveit strengirnir og ég ber náttúrulega ábyrgð á þeim og svo framvegis strengirnir og kontínu og allt það að það hefði ekki verið með barokktæknina sem var nýbyrjað þá að kenna sko út allan heim og ég ætla bara að segja að Jón að einu svo allt að þetta var ný útgáfa sem við vorum að syngja eftir sjálfan Benjamin Britten og sem gerði ekki ráð fyrir því að það væri barokk eftirhelmur heldur að það væri gert ráð fyrir þetta væri venjulegir spilarar ef það nú til sem góðir hljóðfæraleikarar en væri ekki sérfræðingar í barokkmúsík og það á líka við sönginn sko Benjamin Britten var ekkert að setja sko fjóri í sópran og allt raddirnar eða blóm eða skrautnótur hann bara sagði syngja þetta slétt eins og þið að venjast í ykkar skólum þetta ekki endursköpun á barokkmúsík en við fengum bátt fyrir það en Jón minn, talaði bara við Benjamin Britten allt honum að kenna við spilum bara þessu stóð nákvæmlega það enda líka það svo mikil sértækni sko barokktæknin það algjört sérfag og hún ekkert óumdeild sko það svo margar teóriur og loftu hvernig ég að spila á fiðlu alveg endalausar kennslubækur þetta bara með söngvarana líka barokksöngvarana ég segi það ég meina það fjóri og það til svo mörg rit það hvernig eigi að syngja barokkmúsík og við eigum náttúrulega rosalega góða heimild á því sviða því að Leopold Mozart pabbi Mozart hann var eitthvað besti fiðlukennari síns tíma og skrifaði bók hvernig maður ætti að spila fiðlu og hún hefur verið höfð mjög að leiðarljósi en venjuleg symfónileg hljómsveit í dag hvar sem getur ekki breyst í barokk spesialista hljómsveit það bara ekki hægt það eru kannski 4, 5, 6, 10 manns í hljómsveitinni sem eru með barokk hljóðfæri, barokk boga barokk lúðra barokk óbó þau eiga ekki bara þessi hljóðfæri það er ekki hægt að ætlast til þess eins með mannsröddina ekki myndi ég kunna það að fara að skipta allt í henni við í barokksöngvara ég bara myndi ekki kunna það nema að fá bara áralanga þjálfun einmitt það er alveg hárrétt það er ekkert að skamma okkur nei þess vegna vel ég úr hvað mér hendar og það sem ég hef lært jæja við ætlum að birta hérna á tölvuskjánum fullt af umsögnum þig myndir og hlusta á músík svo ég held að þetta samtal sé eiginlega komið á leiðarandi nema við að ég svo útastjóri skammið mig ef ég kemur 4 klukkutíma af samtali við þig þú meinar, við skulum hafa það bara 3 ég klippi nú eitthvað frá svo veist ég, nú erum við búin hérna klipp stytt þetta eitthvað og því að
annars þess mér að takast mjög vel. Já, það ekki bara. Já, rann bara mitt okkar. Já, rann mjög eðlilega. Já, flott. Og ég hefði bara gaman. Já, ég líka. Spjalla við þig. Virkilega, sömuleiðis. Takk fyrir. Algjörlega, sömuleiðis. Takk fyrir, elskan. Ég ætla að bæta hérna vinónu minn að lengsta klappvíg sem að heyrst hefur á Íslandi þegar við vorum búin að flytja Dító. Það ætlaði bara aldrei að hætta. Nei, það var bara endalaust. Það var endalaust. Já. Og loksins skrúaði teknimaðurinn bara niður í. Já. Eftir 5 mínútur. Já, þetta var svo yndislegu flutningur að það var... Þetta var góð stund. Dásamleg. Já, eftirminnileg. Já, dásamleg minning. Enska tónskáldið Henry Purcell, höfundur óperunar Dító og Eneas, var organisti við Westminster Abbey, söngvari og konunglegt hirðtónskáld. Hann var eitt fjölhæfasta tónskáld barokktímans og eitt mesta tónskáld sem englendingar hafa átt bæði fyrr og síðar. Hann samdi óperuna Dító og Eneas árið 1689 við libretto eftir Nahum Tate, byggðu á bálki Virgils Eneas Trójuprins. Nahum Tate var lárviðaskáld. Hann var einnig þekkt sálmaskáld og gerði töluvert af því að betrumbæta verk annara, eins og til dæmis Lé konung eftir Shakespeare sem hann lét enda vel. Sú leikgerð Lés konungs var sýnd á Englandi fram á miðja 19. öld, þegnum heimsveldisins til skemmtunar. Óperan Dító og Eneas ber keim af enskri leikhúshefð síns tíma og skipa þar dansatriði veglegan sess. Þar ber þó einni á frönskum áhrifum, sérstaklega í forleik, hljómsveitarköflum og dansþáttum. Þá nærvera yfirnáttúrulegra afla, einni nokkuð sem tíðkaðist á óperusviði þessara tíma. Ítölsk áhrif eru þó fyrirferðamest í Dító og Eneasi, sérstaklega hvað varðar lagræn bassaþrástef sem fylgja aríunum og ljóðrænum laglínum. Því hefur jafnan verið haldið fram að óperan Dító og Eneas hafi verið saman fyrir kvennaskóla í Chelsea að beiðni skólastjórans Josias Priests og að óperan hafi verið frumsýnd þar árið 1689 eða 1690. Það hafa hins vegar ýmsir efast að Purcell hafi ætlað þessu merkaverki að vera frumflutt af hópi skólastúlkna með mismikla reynslu af tónlist. Fundist hefur tónleikaskrá frá Chelsea þar sem auglýst sýning á óperunni Venus og Adonis eftir John Blow, forvera Purcells sem einnig var hirðtónskáld. Þetta vissu menn ekki áður, aðeins að ópera Blows hafi verið sýnd við hirðina. Þetta þykir sumum benda til þess að ópera Purcells, Dító og Eneas hafi í raun verið frumsýnd fyrir hina tíinbornu af atvinnutónlistamönnum og karlhlutverk því í raun fleiri en síðan verið endursýnd í kvennaskólanum í Chelsea líkt og Venus og Adonis en sýning Dítóar þar hins vegar svo fyrsta sem við höfum heimildir En nú víkur sögu til Langholtskirkju 7. mars. Við heyrum hljóðritun frá uppfærslu íslensku hljómsveitarinnar á óperu Purcells, Dító og Eneasi. Að flutningnum stóðu auk íslensku hljómsveitarinnar, einsöngvarar, dansarar og söngflokkurinn Hljómeiki. Með sýningunni var brotið blað í flutningi ópera á Íslandi þar sem þetta elsta ópera sem hér hefur verið sýnd. Leikstjóri sýningarinnar var Sigurður Pálsson, Hlíf Svavarsdóttir samdi dansana, leikmynd og búninga gerði Helga Stefánsdóttir en lýsingu önnuðust Björn Þorgeirsson og Sveinn Benediktsson. En þeir sem koma hér við sögu í þessari útvarpshljóðritun eru einsöngvararnir Elín Ósk Óskarsdóttir sem syngur Dító, Sigurður Bragason Eneas, Erna Guðmundsdóttir syngur hlutverk Belindu og Elisabeth F. Eiríksdóttir hvort tveggja hlutverk annarar konu og nornar, Jóhanna Þórhallsdóttir syngur hlutverk Seiðkerlingar, Hrafnhildur Guðmundsdóttir hlutverk nornar og anda og Júlíus Vívill Ingvarsson syngur hlutverk sjómas úr föruneyti Eneasar. Söngkópurinn Hljómeiki í hlutverki hirðar og almúa,
Konsertmeistari er Sean Bradley en fylgirödd er leikin af þeim Önnu Magnúsdóttur sembaleikara og Hauki Hannesinni selóleikara. Stjórnandi er Guðmundur Emilsson. Sagan segir frá Eneasi, syni Venusar og Ankises, sem hrekst frá henni brennandi Trójuborg er Grikkir hafa hertekið. Hann ber að landi í Karþagó þar sem hinn fagra ekki drottning Dító ræður ríkjum. Óperan hefst þar sem fylgdarmeyjar Dítóar reyna að sefa harma hennar. Eneas kemur til sögunar. Með þeim takast ástir og hvetja hirðmeyjar Dítóar hana til þess að láta undan, gleyma sorg og sút. Dító er full efasemda en fær ekki staðist tilfinningar sínar. Niðurstaðan er sú að ástin muni sigra og yfirstíga allt mótlæti og því er stigin sigur dans. Við heyrum nú fyrsta þátt óperunar Dító og Eneas.
Í öðrum þætti víkur sögunni til hellis nornanna sem hafa illan bifur á Dító. Það er magna seið til að eyðileggja unaðstundir elskendanna sem njóta lífsins við veiðar á veiðilendum drottningar. Óveður skellur á og hersingin flykkist heim til hallar en á leiðinni birtist Eneasi andi í líki Merkúrs sem telur honum trúum að það sé ósk Júpiters að hann dvelji ekki lengur í Karþagó, heldur leggi aftur til hafs, því verðugri verkefni en ástir bíði hans annar staðar. Eneas trúur orðum andans en kvíðir því að færa Dító þessi tíðindi.
Es ist total,
þáttur hefst við skipsfjöl þar sem sjómenn kallast á til brottfarar. Seiðkerling og nornir hennar fagna því að sjá skipin sigla. Þær ætla sér að magna óveður og sjó og eld í Karþagó. Eneas segir Dító að nú sé kveðjustundin runnin upp og bregst Dító að vonum illa við. En þegar Eneasi snýst hugur og segist munu brjóta gegn boði Júpíters, segir Dító að það eitt að hann hafi látið það hvarfla að sér að yfirgefa hana sé nóg. Örlög ástar þeirra séu ráðin. Hann muni nú fara en hún deyja úr harmi, það verði hennar huggun. Þetta hafa ýmsir túlkað sem svo að hinnar yfirnáttúrulegu nornir og gjörðir þeirra séu í raun aðeins undir meðvitund og samviska ekki drottningarinnar. Kveðjustundin er að vonum dapurleg. Dító biður Belindu að minnast sín en gleyma þessum dapurlegu örlögum. Hirð Dítóar kveður drottningu sína, harmþrungnir ástar englar munu dreifa rósum á gröf hennar.
Avente Gott and lavate. Decree
Hér líkur hljóðritun útvarpsins frá Langholtskirkju 7. mars þar sem sýnd var óperan Dido og Eneas eftir Henry Purcell. Hljóðmenn voru Bjarni Rúnar Bjarnason og Vigfús Ingvarsson. Það var Elín Ósk Óskarsdóttir sem söng hlutverk Didoar, Sigurður Bragason var Eneas, Erna Guðmundsdóttir var Belinda fylgdarmey drottningar, Elisabeth F. Eiríksdóttir söng hlutverk annarar fylgdarmeyjar og Nornar, Jóhanna Þórhallsdóttir söng hlutverk Seiðkerlingar, Hrafnhildur Guðmundsdóttir hlutverk annarar Nornar og Anda og Júlíus Vífill Ingvarsson var í hlutverki sjómanns. Söngflokkurinn Hljómeiki söng og íslenska hljómsveitin lék, konsertmeistari var Sjón Bradley og stjórnandi Guðmundur Emilsson. Ég þakka þeim sem hlýddu, verið sæl.